Nú þá hefst lesturinn aftur. Nú, eins og ég sagði áðan þá reyni ég að hafa trippið það langt frá mér, alltaf í sömu fjarlægð, það sé fyrir utan svæðið mitt, fyrir utan svæðið sitt, flott og flotta. Og Hvernig því að teimast með þessum hætti, stundum streðaðu frá manni, stundum vilja koma að manni. Ég er að kenna þess að verða mitt pláss, ekkert síður heldur en það að elta mig. Nú, til þess að ekki endurtaka þetta, ég veit nú eina gangi fyrst. Og þetta svona heldur stórt svæði til þess að sýna, til að byrja að vinna með þessum hætti. Nú, þegar þú kunnar svolítið á þetta recipe þá getur þið stillt þeim upp þannig að þau sýni sér miklu betur heldur en ella þegar ég fer að skoða byggingu. Þannig að þetta er svona eina forsenda fyrir því að þau kunni að teimast og ég geti svona haft áhrif á þau hvernig þau standa. Okay. Nú, síðan er það að ég kenni þeim vinn með þau ég vinn með þau svona til að það fari hringi í kringum mig. Þess að ég er að kenna þeim að krossa að aftan. Þá vil ég að fóturinn sem er með mig aftan fari svona hérna fram og framfyrir og fyrir hinn eins og núna. Þetta kennir þeim að nota afturpartin, gefur þau liður í og bætir jafnvægið. Eins hinum megin. Og svo gjarnan tekið þau svona til mín og eftir klappaði maður eins og tekur eftir á stað. Á þessu móti þá verður það að beygja og tiltölulega auðvelt svo í framhaldinu að láta þau hlaupa hring til ef menn vilja. Nú eins með því að snúa þeim svona með þessum hætti eins og ég er að gera núna, tekur til mín og krossa þau frá framan líka. Þetta er eitthvað sem öll hross þurfa að læra ef þau ætla að hafa þau svolítið svona liður til hliðana og finn. Hross eru í eðli sínu afar stirðar skepnur. Þannig að krossa það framan. Hvað ertu búinn að vinna með hana oft þessa? Þetta er 7. skiptið. 7. skiptið, já. Og hefur þetta gengið vel með þessa meiri? Já, það gengið mjög vel með þessa meiri. Fljót að læra. Hún er svona eins og ég segi, hún er svona miðjum skarpgerðarkostinu. Hún er nógu ör en ekki of ör til að bregðast hrætt við því sem er byggður á honum og það voru auðvelt að verðlauna hana. Hún er svona fremur kjörkuð, verður ekkert auðvelt að hrætt. Það er best að temja þennan hross, fljótlegast, og hún er svona nálægt miðju. Ok, er það ekki bara gott? Ég held það. Þá var spurningin að stilla upp, örlítið. Já. Ef við gerum þarna upp í vegginn. Nú er hún farin að standa bara prýðilega. Fæturnar að framann eru lóðréttir. Já, svona. Þetta er svona eins og bara alveg kynbótasýningu. Já, já. Og þegar þau eru í þessari stöðu þá getur maður fara að meta svona þessa þætti sem manni finnst vera hvað merkilegastir eða verðmætastir varðandi byggingu. Og það sem er afskaplega verðmætt, það er nú þaksið. Já. Og
eins og ég myndi nú meta þetta fax á þessu trippi, þetta gömlu, þá þetta svona rúmlega meðal hvað þetta var þar. Og annað sem skiptir allavega okkur máli hér í Holtsmóla að það var svo sem frekar stór og þetta tripp nú svona, já, góð meðaleg. Nú síðan það hálsinn það sem við viljum að þessi lína hérna, yfirlínan, sé sem lengst og þá miða ég við lengdina alveg hérðan frá aftur í tagl. Ef þetta svona helmingur, þá það mjög gott, þá vil maður hafa mikið fyrir fram að sig. Nú síðan það sem skiptir líka máli, það svona lögun á hálsinum, þessi lína bógmekt, boga svona, hún getur verið bein, hún getur verið öfug og við viljum líka hafa undirlínuna með þennan boga og síðan viljum við hafa bílið hérna á milli þessara tveggja lína mjög stutt, því styttra þeim betra, sérstaklega hérna fremst. Nú svo horfum við á hvað hann byrjar hér í hálsinn, hvað hann byrjar hérna við brjóstið og því ofar sem það þeim betra. Eitthvað smá óörugg hér. Hún greinilega ekki hrædd allavega. Nei, og hérna við sjáum hvað þetta byrjar svona svolítið fyrir ofan, miðju, og það mjög æskilegt. Og síðan það sem við horfum jafnframt á, þegar við meta bygginguna, að þetta sé hærra, hér, hærra þetta hér, og læðslupunktur bak sé aftarlega. Og eins og þetta bak skapað, þetta hærra en hér, og læðslupunktur bak sé mjög aftarlega, og þetta svolítið breytt og svona gerist þetta betra á svona ungu rossi. Og það fleira sem við horfum á. Við viljum hafa lappalöng. Ragnar Reykás ekki vinsæll. Já. Eða útlitið á honum ekki vinsæll í hrossum. Svo öllu jöfnu. Og því lengri fætur sem þau hafa, sem hlutfall af hæð, þeim betra. Og þetta svona fremur háfætt. Nú síðan viljum við hafa þau jafnbola. Jafnbola þýðir það að ef við hugsaum þessa línu og svo þessa hérna undir, þessi mikið til samsíða. Það sem svona andstæðið jafnbola, það yfirleitt trektlaga. Þá þessi lína undir svona hallandi. Já. Annarkvæmt brjóstugt eða aftur rýrt. Nú, síðan hérna nokkur hlutvöll, önnur sem ég ætla að tala Það þessi frampastur og þessi miðja sem kemur frá héðan og hingað og héðan og aftur. Þetta þarf að vera sem jafnast. Það auðveldara fyrir hestin að hreyfa sig, hann betra jafnvægi, heldur betur á okkur, svo framvegis. Þetta nú svona þeir þættir sem ég finnst svona að skipta svona máli að horfa á og það auðvelt að horfa á þessa hluti á þessum aldri. Aðrir eins og fótagerð og hóar, þetta svo líkt, sjaldan hægt að finna einhvern mun, þegar þú eru neðsli þá getur maður séð það. Þetta svona það helsta sem maður horfir á varðandi byggingarlagið.